Frönsk kona hefur verið ákærð fyrir að verða dóttur sinni að bana í samverknaði með eiginmanni sínum á Edition hótelinu. Hún er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins. Öryggisgæsla á galakvöldverðinum þar sem skotum var hleypt af nærri Bandaríkjaforseta til skoðunar. Opinber heimsókn Karls III Bretakonungs til Bandaríkjanna hófst nú rétt fyrir fréttir. Tekist var á Evrópusambandið á fundi utanríkismálanefndar Alþingis í morgun. Stjórnarandstaðan óttast að viðræðurnar verði kostnaðarsamar en forsætisráðherra telur að Ísland geti samið undanþágur. Helmingur íslenskra fyrirtækja notar gervigreind af einhverju tagi í sínum rekstri. Ísland er þó eftirbátur annarra Norðurlanda í notkun gervigreindar. Umbylting gæti orðið í neyðarfjarskiptum hér á landi á næstu áratugum með tilkomu nýrrar tækni. Forstjóri fjarskiptastofu telur mikilvægt að hefja sem fyrst innleiðingu á nýju kerfi. Gott kvöld. Frönsk kona Ming Ting Mansell var í dag ákærð fyrir manndráp í samverknaði við eiginmann sinn fyrir að verða dóttur sinni að bana á Edition hótelinu síðasta sumar. Hún er ekki ákærð fyrir aðkomu að dauða eiginmann síns. Konan gengur áfram laus en farband yfir henni var framlengt. Lögreglan var kölluð að hótelherbergi fjölskyldunar á Edition hótelinu þann 14. júní á síðasta ári. Konan Ming Ting Mansell tók á móti lögreglublóðug en í herberginu fundust 30 dóttirinnar, Katríne og eiginmaður Emmerich Mansell látin með stunguáverka. Fjölskyldan átti pantað flug aftur heim til Írlands þennan dag. Á vettvangi sagðist Mansell hafa orðið þeim báðum að bana en dró það síðar tilbaka, sagðist hafa verið í uppnámi. Hún sagði að fjölskyldan hefði tekið ákvörðun að fremja sjálfsvíg saman þar sem eiginmaðurinn glímdi við erfið veikindi og vegna erfiðra fjölskyldudeilna. Hún breytti síðar framburði sínum og sagði eiginmann hennar hafa stungið dótturina og svo hefði hann beðið Mansell að stinga sig. Hann hefði stungið hana en hún vaknaði nóttina og þá hefðu bæði dóttir hennar og eiginmaður verið látin. Málið án fordæma og atburðarásinn óvenjuleg en rannsókn lögreglu hefur teygt sig út fyrir landsteinana. Ming Ting Mansell var ákærð í dag fyrir manndráp í samverknaði með eiginmanni sínum fyrir að verða dóttur þeirra að bana. Hún er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti mannsins. Mansell sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur en var sleppt í september og úrskurðuð í farbann sem var framlengt í dag á meðan málið til meðferðar dómstóla en þó ekki lengur en til 28. september. Þóra Tómasdóttir, þú fjallar þetta mál í útvarpsþættinum sögur úr raunveruleikanum. Hvað geturðu sagt okkur? Hvað er svona sérstakt við þetta mál? Það er auðvitað mjög sérstakt að fólk komi hingað til Íslands, ferðamenn komi hingað til Íslands gagngert til þess að svipta sig lífi. Eins og hinn ákærða í þessu máli segir að þessi fjölskylda hafi gert og hún ber við hjá lögreglu og í þeim skýrslum sem hafa verið teknar af henni að eiginmaður hennar hafi verið mjög alvarlega veikur og þau hafi bara hreinlega ekki séð fyrir sér neina framtíð. Inn í þá sýn þeirra að spilast að þau hafi átt í mjög erfiðum erfðadeilum við fjölskyldu mannsins fjölskyldu arfinn þar og þau hafi valið það að deyja. En stóra spurningin er hvers vegna 30 dóttir þeirra þurfti að fara þessa leið. Og hjá lögreglu hefur þessi kona gefið þá skýringu að hún hafi haft fullt val og foreldrarnir hafi gefið henni val hvað hún myndi gera en hún hafi valið að fara með þeim. Og það er sérstakt hvernig ákæran er vegna þess að konan hefur verið grunuð manndráp á þeim báðum. En hún er bara ákærð fyrir að banna dóttur sinni í samverknaði með manninum sínum. En þrátt fyrir að hún hafi gengist við því að hafa aðstoðað mannin við að deyja eða svipta sér lífi, að þá er hún ekki ákærð fyrir það. Þetta er sérstök fjölskylda. Hvað veistu meira hana? Já, ég veit að það hefur verið mjög erfitt að finna upplýsingar þessa fjölskyldu. Og okkur hefur verið sagt að hún hafi lifað í algjöru einangrun og í raun bara án samskipta við annað fólk, hvorki ættingja né vini.
Við vitum að hún hefur á undanförnum árum búið á Írlandi en hún upprunalega frá Nýju Kaledóníu. Maðurinn af frönskum ættum, konan af kínverskum ættum og þau hafa alið dóttur sína þarna á þessum eyjaklasa hinum megin á hnettinum. Bæði lögreglan og við höfum auðvitað rekið okkur á það að það ekki fótspor þetta fólk að finna, hvorki á netinu né þegar maður fyrir að spyrja nágranna eða aðra sem gætu hafa kynnst þeim. En fólk getur lesið og hlusta meira þetta á vefnum okkar á Íspilara.rúv. Takk fyrir komuna, Þóra. Takk. Maðurinn sem hleypti af skotum á samkomu Donald Trump með blaðamönnum á laugardagskvöld verður formlega ákærður í dag. Öryggisgæslan verður til nánari skoðunar á næstu dögum. Watch out. Upptökur á símum sem birst hafa eftir árásina sína glöggt þá ringulreið og ótta sem réði ríkjum eftir að skotunum var hleypt af. Donald Trump forseti og ráðherrar voru fluttir burt á Washington Hilton hótelinu þar sem kvöldverðurinn var haldinn. Árásarmaðurinn, hinn 31 árs Cole Thomas Allen, var handsamaður strax. Hann hafði skráð sig inn á hótelið fyrr daginn. Húsleit var gerð á heimili hans í gærkvöld og síðdegis átti að leiða hann fyrir dómara í Washington. Washington Post segir öryggisgæsluna hafa verið minni en á öðrum viðburðum sem forsetinn hefur sótt. Fara á í saumana á gæslunni á næstu dögum en embættismenn hafa þó sagt hana hafa virkað sem skildi. Það sagði forseti Bandaríkjanna líka í viðtali í gær. How worried were you that there were going to be injuries? I wasn't worried. I understand life. We live in a crazy world. Í yfirlýsingunni sagði Allen að ráðherrar væru skotmark. And he also wrote this. I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. Nú síðdegis gaf fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins sínar skýringar á árásinni. The left-wing cult of hatred against the president and all of those who support him and work for him has gotten multiple people hurt and killed, and it almost did so again this weekend. Hallgrímur Indriðason, það voru að berast ný tíðindi af ákæruefnunum. Já, það var sagt frá því nú rétt fyrir fréttir að árásarmaðurinn Allen, hann ákærður beint fyrir að reyna að myrða Donald Trump forseta Bandaríkjanna. Og þetta svona nokkuð óvænt ákæruefni miðað við aðra fjölmiðlaumfjöllun málið. En árásarmaðurinn hann líka ákærður fyrir flutning og notkun á skotvopnum til að beita ofbeldi og hann kemur aftur fyrir dómara eftir 3 daga. Og nú Karl III Bretakonungur að koma í opinbera heimsókn til Bandaríkjanna, bara í þessum tölu orðum. Hvernig verður öryggisgæslu háttað í kringum þá heimsókn? Já, sendiherra Bretlands í Bandaríkjunum segir þess fullviss að öryggis Karls verði gætt. Hérna sjáum við hann vera að koma bara fyrir nokkrum mínútum. Trump og hans samstarfsmenn hafa almennt borið lof á öryggisgæsluna og hún verði traust bæði í þessar heimsókn og líka á þessum atburði þarna á laugardaginn og þannig að þeir allavega á yfirborðinu hafa menn ekki áhyggjur af öryggismálum í tengslum við þessa heimsókn en þau hafa náttúrulega verið til umræðu. Bretar hafa reyndar farið fram á að Karl og Trump hittist ekki fyrir framan myndavélar en það reyndar ekki af öryggisástæðum heldur af því að þeir vilja forðast svona álíka uppákomu og varði í fyrra þegar Trump og Zelensky hittust og tókust á frægum blaðamannafundi fyrir rúmu ári. En þessi heimsókn býsna umdeild, ekki satt? Jú, ekki síst vegna þess að samband Breta og Bandaríkjamanna hefur verið erfitt, sérstaklega eftir að Bandaríkjamenn réðust inn í Íran og Trump hefur verið ósáttur við það að Keir Starmer forsætisráðherra hafi ekki stutt þetta stríð. Trump hefur þó sagt að þessi heimsókn sé mjög líkleg til þess að hjálpa til við að bæta þetta samband. Karl III ávarpar bandaríska þingið á morgun, hann fyrsti breski þjóðhöfðinginn í 35 ár til þess að gera það var náttúrulega Elísabet móðir hans sem gerði það þá og sérfræðingar hafa talað að þar muni hann hugsanlega undir rós minnast eitthvað á mál Jeffrey Epstein, það hefur gert Trump svona erfitt fyrir og þetta var til þess að bróðir hans Andrew Mountbatten Windsor var sviptur öllum konunglegu titlum.
En það var líka boðað til lítilla mótmæla fyrir framan Buckingham höll í London í morgun og þar voru mótmælendur sem töldu að af þessum ástæðum sem ég var að nefna að það væri þetta ekki rétti tíminn fyrir slíka heimsókn. British people who are suffering, millions in poverty in this country, a cost of living crisis, will be really, really sickened to see the King, one of the richest people in this country, whining and dining with the man who is actually driving the cost of living crisis. And I think that's incredibly offensive at this time. Rekstur A-hluta Reykjavíkurborgar var neikvæður rúma 5 milljarða króna á síðasta ári og versnar rúma 10 milljarða á milli ára. Þetta kemur fram í ársreikningi borgarinnar sem var kynntur í dag. Til A-hluta telst starfsemi borgarinnar sem að hluta eða öllu leyti fjármögnuð með rekstrartekjum. Sé rekstur B-hluta borgarinnar einnig tekin með, það eru fyrirtæki sem eru að hálfu eða meiri hluta í eigu borgarinnar, var niðurstaðan jákvæð 8 milljarða. Og Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður okkar, í Ráðhúsi Reykjavíkur. Eva, hvað skýrir þennan viðsnúning í rekstri A-hluta borgarinnar? Hún hérna hjá mér, konan sem svona einna best til þess fallin að svara þessu, Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri. Hvað skýrir þennan viðsnúning í rekstri A-hlutans? Já, í fyrst og fremst það þessar lífeyrisskuldbindingar sem eru reiknustærð sem tekur mið á hvernig gengur að ávöxta og markaði og launahækkunum og öðru slíku. Þetta er niðurstaða sem kemur alltaf frekar seint inn í ársreikningin. Þetta var mun hærri gjaldfærsla heldur en við höfum áður séð í rauninni allavega síðustu ár hér og gátum engan veginn áætlað fyrir. Ávöxtunin hjá lífeyrissjóðnum var slök og við höfum auðvitað engan aðgang að þeirra ávöxtun. En það kannski segir líka bara mikið markaðinn. Það er búið að vera mikil verðbólga og það verður ekki gengið vel og við vonum bara að efnahagurinn nái sér og þá gangi þetta vonandi tilbaka. Í fyrra var þetta tekjur, þannig að núna er þetta gjaldfesta og það er auðvitað mjög skemmtilega að fá inn sem tekjur. Er þetta vonbrigði eða var þetta viðbúð bara örstutt? Hefði verið hægt að skýra einhvers staðar niður á móti? Já, ég held að það sé enginn sem hefði getað spáð þessari tölu. Allavega veit ég ekki hver það ætti að geta verið. Við gerðum í upphafi árs fyrir 3 milljörðum og þetta endar í rúmlega 10. Þannig ég held að það sé, en auðvitað hækkuðu við launkennara og það skýrir hluti af þessu, en líka bara ákveðin launaþróun á markaði og launavísitalan þarna sem eru undir grundvallar 11% en laun hér hafa hækkað 7%, þannig að það er ekki að leita þeirra skýringa hér. Takk fyrir það, Heiða. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna. Hvernig horfir við þér þessi niðurstaða? Við höfum auðvitað lengi haft miklar áhyggjur af fjárhag borgarinnar og kannski einfaldasta leiðin til að skýra stöðuna er að hér hafa menn árabil verið að eyða efni fram. Og fókusin hefur verið á röngum stað, það hefur verið fókus á gæluverkefni og aukaverkefni og minni fókus á grunnþjónustuna, að veita bara borgurunum góða og öfluga þjónustu og það er þetta sem við þurfum að snúa við. Það er stutt í kosningar, verði sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta eftir þessar kosningar. Sjáu þið fram á að byrja þá að skera niður í einhverju svona þjónustu sem fellur undir A-hlutan? Já, ekki grunnþjónustunni, við munum setja fókus á grunnþjónustuna en það þarf að hafa kjark til að stíga stór skref í átt að því að bæta reksturinn. Það þarf að minnka yfirbygginguna, fækka millistjórnendum og ráðast bara í úttekt á öllu kerfinu og þeim tækifærum sem við höfum til að skera niður. Takk fyrir það, Hildur Björnsdóttir. Og við segjum svo lokið hérna úr Ráðhúsinu. Takk fyrir það, Eva Björk. Forsætisráðherra hefur trú á að unnt verði að fá undanþágu og breytingar á Evrópurétti fyrir Ísland. Mikilvægt sé að kanna hverju sé hægt að breyta með því að meirihlutinn segi já í þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst. Stjórnarandstaðan óttast kostnaðarsama sneypuför sem erfitt verða að vinda ofan af. Þetta var meðal þess sem kom fram á opnum fundi forsætisráðherra með utanríkismálanefnd Alþingis í morgun. Mér skipta máli að fólk sé ekki hrætt við að segja já í haust vegna þess að það heldur eitthvað að ferli fara af stað sem að sé óafturkræft. Nú spyr ég að því, er búið að vinda ofan af aðlöguninni sem átti sér stað síðast þegar við vorum í viðræðum? Forsætisráðherra þekkti það ekki frekar en nokkuð annað varðandi þessi atriði? Núna vitum við það, forsætisráðherra er búin að benda á hið augljósa að við munum ekki fyrir minni í Evrópusambandið geta nokkuð tíman sett lög sem eru í andstöðu við
lög og reglur Evrópusambandsins. Auðvitað liggur alveg fyrir að rétt eins og þegar við erum í EES að þá erum við innleiða hér ákveðin lög á sviði Evrópuréttar að þá munum við finna fyrir því að meiri þunga þegar við göngum inn í Evrópusambandi. Ef það ekkert að semja, þá þarf það að liggja fyrir. Ef það eitthvað, þá þarf bara að koma með þær upplýsingar og þau svör og það akkúrat það sem við vorum að reyna að fiska hér fram á þessum fundi en því miður kom ekki fram. Það enginn að fara að ganga inn í Evrópurétt eftir atkvæðagreiðsluna í ágúst en við ætlum að fara í viðræður hvað við getum breytt í Evrópuréttinum og já, ég full sjálfstraust fyrir hönd Íslands að við getum fengið ákveðna undanþágur og breytingar þar og við ætlum inn í þessar viðræður án þess að fara í óafturkræfar breytingar og þjóðir mun eiga síðasta orðið. Hver ávinningur fólks, efnahagslegur ávinningur fólks á því að ganga til viðræðna og sjá samning? Sá ávinningur óheyrilega mikill. Hvað á að verja miklum tíma og peningum í bjölluat hjá Evrópusambandinu? Skulum hafa það í huga að eins og var síðast, þá verður stjórnkerfið allt undirlagt af þessu. 60 starfsmenn Háskólans á Akureyri hafa þurft að færa sig set eða vinna heima vegna myglu sem fannst í skólanum. Rektor segir þetta hafa mikil áhrif á starfsemina. Það skammt stórra högg á milli hjá Háskólanum á Akureyri. Árið 2024 greindist mygla í húsnæðinu hér fyrir aftan mig, Borgum. Myglan hafði áhrif á alla starfsemi húsins en hún greindist í útveggjum, gólfdúk og meira segja rykinu. Starfsemin nýfærin aftur á stað. En þá greinist mygla hér í þessari byggingu, A-álmunni, sem hýsir skrifstofur starfsmanna skólans. Þetta hefur áhrif á 60 starfsmenn sem eru nú umkomulausir allan skóla og einhverju fattir að kvart yfir heilsufarsvandræðum. Í rauninni tókum við þá ákvörðun byggða á reynslu okkar af myglun á Borgum seinast ári og þar seinast ári bara ósk eftir því að fólk færi að vinna annar staðar og reyna að finna því líka þá pláss hérna innan hús. Það eru einhver tilfelli það. Það sem fólk kvartaði aðalega var það að það var til dæmis búið að vera með kvef mjög lengi og gekk illa að losa sig við það og þannig að það eitthvað það að fólk finni fyrir þessu. Í janúar kviknuðu grunnsemdir myglu sökum raka og loftleysis. Við sýnatöku kom í ljós að töluverð mygla væri í A-álmu háskólans. Nokkur óvissa ástandið og þá vinnu sem framundan en töluvert rask fylgir því að finna 60 starfsmönnum nýja vinnuaðstöðu. Við eigum ennþá eftir að fá þau frá FSRE sem hluti þá sáhluti ríkisins sem sér þetta húsnæði. Við erum ekki búin að fá neina tímaáætlun hvað þetta geti tekið langan tíma. Það bara rosalega vont þegar það kemur svo mikil hreyfing af fólk og skyndilega út af svona málum og fólk verður skiljanlega hrætt og það svona aðeins að spá í svona hvernig þau vilja vinna og hvernig þau vilja tækla þetta en almennt hefur fólk tekið þessu bara af miklu jafnaði geði og ég mjög þakklátt fyrir það. Notkun gervigreindar nokkuð útbreidd hjá íslenskum fyrirtækjum en virðist vera ómarkviss og utanumhald við innleiðingu lítið. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Almannaróms, miðstöðvar í máltækni sem var kynnt í morgun. Bent á að Ísland sé eftirbátur annarra ríkja á Norðurlöndunum í gervigreind og að auka þurfi hagnýtingu hennar hjá íslenskum fyrirtækjum og stofnunum. Verkefnastjóri hjá Almannarómi segir mikilvægt að fyrirtæki ákveði hvaða verkefnum á að sinna með gervigreind áður en að hún tekin í notkun. Ég held að eina helstu niðurstöðunum í skýrslunni sé svo að við séum rosa duglega að hlaupa hratt og byrja að nota nýja tækni en notkunin ekki alveg nógu hnitmiðuð. Við erum ekki nógu fókuseruð í því hvernig við notum hana og ég held að sé dálítið bil á milli stjórnenda, vinnustæða og síðan starfsfólksins á gólfinu. Ég held að það sé rosalega mikil notkun í gangi án þess að stjórnendur endilega viti af því. Helmingur íslenskra fyrirtækja notar gervigreind af einhverju tagi samkvæmt könnun Hagstofu Íslands. Niðurstöðurnar byggja á svörum frá rúmlega 500 fyrirtækjum. Algengast að fyrirtæki noti forrit eins og til dæmis ChatGPT sem Almannarómur segir benda til þess að fyrstu skrefin við innleiðingu gervigreindar sé einföld og notendadrifin frekar en hluti af skipulagðri umbreytingu. Nú fjórðungur fyrirtækjana sem svöruðu könnunni notar gervigreind í tilgreindum verkefnum en aðeins 14% fyrirtækjana hafa sett sér formlega stefnu notkun hennar. Ég held að vinnustæðir verði að vera duglegri að setja sér einhverja stefnu hvernig eigi að nota þessa tækni, hvaða gögn megi fara þangað inn. Ég held sér lykilatriði að vinnustæðir, ef þeir ætla að nýta þessa tækni, gera það þá á réttan hátt og kynni sér vel hvað verði gögnin eftir í hvaða áskrift þau eru rauninni velja.
5G, 6G og gervitungl gætu orðið undirstöður neyðarfjarskipta hérlendis á næstu áratugum. Að neyðarboð komist ekki til skila ætti þar með að heyra sögunni til. Þannig að það á ekki vera einasta hola í dreifinguna á þessu kerfi, hvorki á landi né á meðunum í kringum landið. Núna á farsímar hérlendis sambandi hver við annan í gegnum 4G og 5G senda. 2G kerfinu var lokað í upphafi árs og síðustu 3G sendarnir verða aflagðir á næstu vikum. Öryggisfjarskipti milli viðbragðsaðila á borði neyðarlínuna og lögreglu fari gegnum 30 ára gamalt kerfi sem heitir Tetra. Hvorugt kerfið hefur flekklausa dreifingu landið og árabil hefur verið stefnt að því að dekka alla stofnvegi landsins. Nú áætlað að það náist 2028. Næsta kynslóð fjarskiptatækninnar gæti hins vegar breytt öllu. 6G kerfi sem nágrannaþjóðir okkar eru farnar að undirbúa verða enn hraðari og fullkomnari en forverin og komast væntanlega í notkun erlendis upp úr 2023. Tækninni fleitir líka fram í þróun gervitungla og ekki langt í að símar gætu í neyðartilvikum sent frá sér boð með gervitunglum frá stöðum þar sem ekki símasamband eða önnur fjarskipti liggja niðri. Það ótrúlega stutt í 2030 og svona innleiðing á nýju kerfi taki alveg halvan áratug. Þannig að ég held að sé afskaplega mikilvægt að taka þessa ákvörðun sem allra fyrst að stefna í þessa átt þó að kerfin fari nú kannski ekki í gang fyrir undir lok þessa áratugar eða í byrjun næsta. Allt gengur þetta fyrir rafmagni og því verða varaaflskerfin ekki síður mikilvæg en núna. Þessi öruggu kerfi, því þetta þarf að vera örugt kerfi, á miklu hærra varaafli en við erum að horfa á í dag. Það sama á við sendastaðina fyrir Tetra í dag. Þeir eru á varaafli sem lengra en almennt gengur og gerist í almennu farsímakerfum í dag. Sauðburður fór á stað með hvelli á sauðfjárbýli í Vermont í Bandaríkjunum. Þar var búist við að kind af finnsku kyni væri tvílemd en lömbin reyndust töluvert fleiri. Þetta kindin Temu. Hún býr á sauðfjárbúi í Underhill í Vermont og kom eiganda sínum rækilega óvart nú þegar sauðburður að hefjast. Bóndinn þurfti að telja kindur og ekki til að reyna að sofna. Numbers 3 and 4 were literally like the same bush. And then I thought we were done. 5. lambið kom skömmu seinna og þá hélt Ann að þessu væri lokið. She lay down again. And I was like, it's a little early for her to be delivering the placenta, but she had number 6. Þar með lauk þessu. Temu tengist ekkert samnefndri netverslun heldur nefnd eftir finnska hokkíleikaranum Temu Selene, enda finnsku kyni sem skylt því íslenska. Og lömbin voru skýrð tölunum 1 til 6 á finnsku. Svona frjósemi ekki algeng. They said maybe it's 1 in 1,000 or maybe they just captured a rarer event than that, but it's probably at most 1 in 1,000. Sumar landbúnaðarvefsíður telja þetta hins vegar mun sjaldgæfara. Á og lömbum heilsast vel. Hrútlömbin 2 verða seld en gimbrarnar 4 verða áfram á búinu. 5 ær bíða burðar, þannig að útlit fyrir mikla frjósemi á sauðfjárbúinu. They're so sweet. It's like therapy, just like sitting out here and spending time with them, and they're just such wonderful animals. Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Vísindamenn telja aukna líkur á að velti hringrás Atlantshafsins rofni vegna hnattrænnar hlýnunar. Það geti haft skelfilegar afleiðingar í Evrópu, ekki síst á Íslandi. Við förum yfir stöðuna. Sæði frá yfir 70 dönskum sæðiskjöfum hefur verið tekið úr notkun hér á landi á síðasta rúma áratug vegna erfða og genagalla. Högni Egilsson semur tónlistina í nýjustu mynd Baltasars Kormáks. Við lítum á bak við tjöldin í upptökum. Í þessu tilviki þá heimsótti ég tökustað, kynntist leikurum og fekk að sjá samhengið og umhverfið. Myndin gerir svo mikið í náttúrunni. Og Silfrið verður á sínum stað í kvöld. Hverjir koma til þín, Sigríður? Já, við ætlum að tala umhverfismálin í kvöld. Í grænu göngunni og sumardaginn fyrsta var auglýst eftir umhverfisráðherra. Og Jóhann Páll Jóhannsson kemur til að svara þeim röddum sem hafa gagnrýnt áherslu ríkisstjórnarinnar í virkjunar- og verndamálum. Þau verða hér líka þau Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku og Halla B. Hrund Logadóttir, þingmaður og fyrrverandi orkumálastjóri. Ekki missa af Silfrinu klukkan korter yfir 8. Takk fyrir það.
Og þá að veðri, sunnan og suðvestan 8 til 15 metrar á sekúndu á morgun. Það verður rigning á Suðausturlandi og þurrt að mestu norðaustanlands og svo hlýnar. En það kólnar heldur vestan til með dálitlum skúrum. En nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Það er mikið að vera á fótboltavöllum landsins í dag og í kvöld og alls 5 leikir á dagskrá 4. umferðar bestu deildar karla. Íslandsmethafinn í maraþonhlaupi segir úrslit gærdagsins í Lundúnamaraþoninu ótrúleg. Og margir mismunandi þættir liggja að baki því að 2 menn hafi rofið 2 klukkustunda múrin í fyrsta sinn í sama hlaupinu. Þetta eiginlega orðin bara algjör vísindaskálskapur. Og Valur jafnaði við Grindavík í undanúrslitum úrvalsdeildar karla í körfubolta í gærkvöldi en misti leið lykilleikmann í meiðsli. Íþróttir eftir andartak. Og þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Frönsk kona hefur verið ákærð fyrir að verða dóttur sinni að bana í samverknaði með eiginmanni sínum á Edition hótelinu. Hún er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins. Öryggisgæsla á galakvöldverðinum þar sem skotum var hleypt af nærri Bandaríkjaforseta til skoðunar. Opinber heimsókn Karls III Bretakonungs til Bandaríkjanna hófst nú rétt fyrir fréttir. Tekist var á Evrópusambandið á fundi utanríkismálanefndar Alþingis í morgun. Stjórnarandstaðan óttast að viðræðurnar verði kostnaðarsamar en forsætisráðherra telur að Ísland geti samið undanþágur. Og helmingur íslenskra fyrirtækja notar gervigreind af einhverju tagi í sínu rekstri. Ísland er þó eftirbátur annarra Norðurlanda í notkun gervigreindar. Umbylting gæti orðið í neyðarfjarskiptum hér á landi á næstu áratugum með tilkomu nýrrar tækni. Forstjóri Fjarskiptastofu telur mikilvægt að hefja sem fyrst innleiðingu á nýju kerfi. Og þá er þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri og svo fylgja Kastljós og Silfrið. En næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Silfrið. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fara yfir atburði líðandi stundar og pólitískt landslag með gestum sínum. Svíþjóð og stríðið. Ný sænsk heimildaþáttaröð sem varpar